Ég heiti Margrét, ég er að vinna hjá Grænfónunum og ég ætla aðeins að tala við ykkur menntun til sjálfbærni og hvernig Grænfónin leið til þess að uppfylla þá svona menntastefnu. Við ætlum aðeins að renna bara yfir hver nú vandinn, af hverju erum við að pæla í þessu, hvað eiginlega menntun til sjálfbærni og svo tölum við aðeins Grænfónan, skrifinsju og þemu. Það svona hvernig við byggjum upp í raun og veru Grænfónan. En eins og þið sjáið hér, þá þetta jörðin okkar, móðir jörð. Og á þessari jörð bara allt sem við þekkjum, allt líf, allar mannverur, allt sem okkur þykir vænt og allur matur sem við borðum héðan, allt lífið sem við þekkjum bara frá þessari plánetu. Og ef við hugsum og horfum á þessa mynd, þá hérna í yfirborðinu, þið hugsuðum, þið sjá það sem að lofthjúpurinn er. Lofthjúpurinn bara svona örþunn himna jörðina. Og það að við séum hér saman líka í dag, hér á þessum tímapunkti, bara algjör slembilukka. Það að mínir forfeður og formæður hittist á þeim tíma sem að þau hittist, bara til þess að við gætum bara verið til, alveg magnað. Og þegar við horfum á jörðina, þá áttum við okkur á því að það sem að gerist á einum stað hefur áhrif á annan stað á jörðinni. Við erum öll, þóttu við sem oft tala svona lítil vistkerfi og svoleiðis, það allt sama kerfi, þetta sama jörðin og við búum hérna saman. Og það eitt sem mikilvægt að lofthjúpurinn okkar, hann verndar okkur. Og þetta lýsing á gróðurhúsaáhrifunum. En það oft talað að gróðurhúsaáhrif sé eitthvað slæm. En þau það ekki. Ef það væri ekki fyrir gróðurhúsaáhrif, þá væri 18 gráðu gattur á jörðinni meðalhiti. Þannig að gróðurhúsin náttúrulegt fyrirbæri sem gera það verkum að það svona cirka 15 stiga hiti á jörðinni. Og þetta kemur bara út af því að það ákveðin gös í andrúmsloftinu okkar og lofthjúpnum sem að gera það verkum að við getum náð varma frá sólinni inn í lofthjúpin. En stór hluti varmans fer aftur út í geim, en okkar athafnir, mannkynsins, síðust frá iðnbyltingu, hafa valdið því að það hefur komið of mikið af þessum lofttegundum út í andrúmsloftið, þessum náttúrulegu lofttegundum. Og leið og það komið of mikið af einhverju efni, þannig að það sé of mikið þannig að það sé heilbrigt, þá erum við farin að tala mengun. Þannig að gróðurhúsaáhrif ekki mengun, en þegar við erum að setja of mikið af einhverjum efnum út í andrúmsloftið, þá það orðið þessu við köllum mengun. Og það þetta, athafnir fólks að valda því að það að hlýna á jörðinni. Það í raun og veru hlýnun loftslags. Og þannig að það meiri gróðurhúsaáhrif og meiri hiti. Og þið kannski þekkið, það alls konar svona hlutir sem tengjast því, það bráðnun jökla, kannski öfgafyllri stormar, allskyns atriði sem að koma út af því. En þetta bara svona, það spilast upp á nýtt, en þetta bara til að minna á að gróðurhúsaáhrif ekki vond, þau mjög mikilvæg, það væri bara klaki ef það væri ekki fyrir þau. En hvert vandamál í raun og veru? Jú, við höfum skapað stórt vandamál bara með okkar neyslu og lífstíl og ekkert bara við, heldur bara, vestrænt samfélag í síðustu 100 ár. Og við þurfum að pæla í þessu, við þurfum að skoða hvernig við gerum þetta. Og ef við hugsum jörðina bara sem epli og spáum í hversu mikið landsvæði við höfum til þess að lifa á, við erum bara mannkyn, við ætlum að við þurfum í okkur á, við þurfum orku og skjól og vatn og svoleiðis. En ef við hugsum jörðina sem epli, þá bara mjög takmarkað landrými á jörðinni. Jörðin bara, yfirborð jarðar svona 71–75% vatn. Þannig að landmassin bara svona 25% yfirborðs jarðar. Og helmingurinn af þessu eyðimerkur og túndrur og pólar og fjöll, alls konar. Og svo hinn helmingurinn byggilegur. En
og þessi byggilegi heimur, það þá harðbýlt land, það sem með næringarsnauðan jarðveg, votlendi sem erfitt til ræktunar, manngert umhverfi, byggingar og mannvirki og svo ræktanlegt land. Þannig að það bara pínulítill hluti af yfirborði jarðar sem getur borið líf. Líf í þjónustu okkar, getum við sagt. Því að það svo mikið líf náttúrulega í sjónum og lífhvolfinu öllu. En þarna erum við að hugsa til okkar nota. En þá nefnilega, það tengist þessu, vistspor. Það svolítið svona, pixluð mynd, greinilega búin að vera að nota hana svo lengi að það var áður en ég fekk svona góðan skjá. En vistspor, það hvað við notum mikið af auðlindum jarðar til að hafa í okkur á. Og þetta svolítið stórt vandamál, því að í dag meðal vistspor fólks 2,7 jarðhektarar. En sem sagt vistspor allt sem ég nota til að borða, öll orka sem ég bý til, eitthvað til þess að, til þess að ganga frá úrgangnum frá mér, bara allt sem tengist mér, hvað þarf ég mikið pláss til þess að rækta allt sem tengist mér. Pláss og til þess að bara allt vatnið sem ég fæ, all maturinn sem ég borða, fötin sem ég í, hvar verður til orkan til þess að búa þetta allt. Og þetta mælt í eitthvað sem heitir jarðhektari eða global hektar. Og það svona mælieining fyrir vistspor. Og það segir til hversu mikið jörðin getur búið til í heild sinni. Og eins og talað að það sé til 12,2 milljarðar jarðhektara. Það sé svona möguleikin jarðarinnar á að vera búa eitthvað til. En eins og þá menn að nota aðeins svo mikið, þannig að við erum á yfirdrætti. Sem þýðir að við þyrftum að nota svona 1,6 jarðhektar á mann á jörðinni á dag til þess að við getum lifað sjálfbæru lífi á jörðinni, mannkynið. Þegar ég byrjaði að kenna þetta, þá þurftum við að vera með 2 jarðhektara á mann til þess að jörðin væri sjálfbær, en nú hefur bara orðið svo mikið fólksfjölgun að þetta minnkar náttúrulega alltaf. Þannig að til þess að huga að mannréttindum, frelsi, þá þurfum við að hugsa líka forréttindi okkar. En þolmarkadagur jarðar, það svona dagurinn þegar raun og veru búið að ganga það mikið á auðlindir jarðar að við erum komin á yfirdrátt. Og hann var í ágúst í ár, hann hafði færst reyndar aðeins vegna COVID því að það var svo lítið flogið 2020, þannig að það jákvætt. Þannig að við getum haft áhrif þegar fólk tekur hendur saman. Það hefur COVID kennt okkur. En þetta fólksfjöldin í dag. Það nefnilega, þegar ég var yngri, ég var svona, já, það 5 milljarðar á jörðinni. Svo bara blikka maður augunum, þá það 6, svo blikka maður augunum, það 7, og þetta fólksfjöldi í dag í heiminum. Þannig að það þýðir að ef við ætlum að hafa í okkur og á, þá þurfum við að gæta þess sem við neytum. En hvernig staðan á Íslandi miðað við önnur lönd? Við erum náttúrulega eyja og við erum með svona frekar háan lífsstandard hér á okkar eyju. Við erum með bara mjög mikil forréttindi varðandi það að vera bara vel stæð. Við höfum heilbrigðiskerfi fyrir almenning, við höfum menntun fyrir alla. Íslendingar nota sem sagt að meðaltali 12,7 jarðhektara á mann. Og þetta svolítið mikið. Við erum ekki alveg hæst, ég held þessi Luxemburg sem hæst. Og við erum svo heppin að við erum svo lítið land að við erum aldrei tekin inn í svona stóra rannsóknir, þannig að alltaf bara svona, já, Ísland, það bara við vitum ekki töluna þaðan, en það búið að rannsaka þetta. Þetta segir okkur að ef að allir ætluðu að vera eins og við, þá þyrftum við 6 jarðir. Ef að allt mannkyn ætluðu að vera að nota eins mikið á auðlindum jarðar eins og við, þá þyrftum við að vera bara með auka hnetti. Þannig að við þurfum eitthvað að gera í þessu. Það eitthvað sem þarf að leysa þarna. Og ég hef fulla trú á því að við getum það. Því að
Það hefur sýnt sig núna bara á þeim tíma frá því að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru sett upp. Það hafa gífurlegar breytingar átt sér stað. Það hefur mjög margt náðst í áttina að meiri jöfnuði og breyttum heimi í tengslum við það. Og það er gott að minna okkur á það að börn sem eru að hefja skólagöngu í dag, sem eru 5 og 6 ára, þau verða bara uppi á næstu öld, 2101. Og ef við hugsum bara breytingarna sem hafa átt sér stað í okkar líftíma, að þá verða gigantískar breytingar í þeirra lífum einnig. Kannski þurfa þau að bara takast á við auknar afleiðingar loftslagsbreytinga eins og aukinn flótta fólks, bara breyttar aðstæður, hvernig er hægt að rækta land og svo framvegis. Þannig að menntun til sjálfbærni er í raun og veru leið til þess að þjálfa færni barna sem að, svo þau geti tekist á við áskoranir framtíðarinnar. Þannig að þetta er ekki einhver ein námsgrein, heldur er þetta þverfagleg nálgun á nám, svo að börnin geti svona, tekist á við erfiðar áskoranir, en þó valdeflandi. Og þetta er svolítið svona stór mynd, þar sem við erum búin að svona greina hvað menntun til sjálfbærni er. Þetta byggir á svona gildum grænfánans, EcoSchools International, hvernig við sjáum menntun til sjálfbærni. Og þetta er það sem undirbýr nemendur til að bregðast við áskorunum framtíðarinnar og samtímans á valdeflandi og skapandi hátt. Og þetta eru einnig einkenni svona gæðaskóla á grænni grein sem við erum einmitt að kynna í dag. Það eru skólar sem munu að kynna núna eftir verkefni sín og þau tikka í mjög mörg box þarna. Þannig að gæðaskóla á grænni grein vinnur á þennan hátt. Það er sem sagt, námið er tengt við nærsamfélag og það er unnið að grenndarhugsun. Þannig að viðfangsefni til dæmis í námsgreinum getur verið tengd næsta umhverfi. Mikið unnum þetta til dæmis á Akureyri, Síðuskóla og í Eyjafirði veit ég, og einnig á Snæfellsnesi. Það er mjög framúrskaldi svona átthagafræðsla þar. Svo er nemandinn líka í brennidepli, þar sem að nemendur hafa áhrif á námið, þau geta valið sér viðfangsefni, þau geta valið líka markmið í grænfánanum og þau taka þátt á virkan hátt. Þau eru þá að hafa, þau eru í raun og veru að stýra einhverjum viðfangsefnum og leiðum til að ná markmiðum. Menntun til sjálfbærni er líka að nota þverfagleg verkefni og fjölbreyttar aðferðir og það er til margs konar kennslu aðferðir sem eru þá valdeflandi og þverfaglegar. Það er verið alls þema og svoleiðis og þetta tengist líka beint. Það er raun og verið ákvæði þetta allt í aðalnámskrá í dag og þetta er líka svona tengt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Þannig að þau krefjast, eða í markmiði 4 þá er talað menntun fyrir alla og eitt af þeim heimsmarkmiðum er menntun til sjálfbærni og hún tengist raun og veru öllu þarna. Allavega, menntun til sjálfbærni, þá eru skólar að upplýsa aðra og fræða aðra, bæði að segja frá því sem er í gangi í heiminum og svo líka segja frá sínum verkefnum, fá aðra með, það er líka samskipti við nærsamfélagi þarna. Það er líka ígrundun og mat. Skólar eru að meta stöðuna í skólanum sínum óhræddir, geta skoða hvar stöndum við, hvar getum við bætt okkur án þess að vera eitthvað rægir við það, því að það er bara leið og maður tekur stöðuna, þá getur maður sett sér markmið og bætt málin. Það er unnið í anda hnattrænnar vitundar og hnattræns jafnréttis. Menntun til sjálfbærni er náttúrulega þannig að það er ekki bara umhverfismál sem við erum að taka fyrir, heldur líka samfélag og efnahag, jafnrétti, mannréttindi, lýðræði og jöfnuð. Og þegar ég tala hnattræna vitund, þá erum við með, þá segir við vinnum heima með heiminn í huga. Þetta er svona hálfgerð þýðing á act locally, think globally. Og þá erum við að vinna að aukinni meðvitund
bara nemenda og starfsfólk hversu mikil forréttindi eru hér og hvernig hjá mörgum og hvernig við getum, eða hvernig okkar aðgerðir hafa áhrif á kaup og kjör og lífshætti annars staðar í heiminum. Ekki spurningu? Herðu, kannski verið mér út. Já, svo umbreytandi nálgun. Það skólar eru að takla erfið viðfangsefni. Hvernig getum við, hvað hefur við gert í fortíðinni og hvernig getum við lagað það í framtíðinni. Og svo þetta umfram allt valdefling og geta til aðgerða. Þannig að krakkarnir eru að takast á við alvöru verkefni. Raunverkefni í nærsamfélagi og þetta þú veist bara í skólanum, þetta ekkert auka, þetta bara námið bara skipulagt svona. Grænfáninn sjálfur þessi alþjóðlega viðurkenning til skóla fyrir svona vinnu. Þannig að það heitir EcoSchools og í 58 löndum í heiminum, í 59.000 skólum sem hafa fengið grænfána. Þetta þá talið af UNESCO sem svona helsta innleiðingartæki menntunar til sjálfbærni í heiminum. Þannig að fáninn verðlaun fyrir að vera að vinna að ýmsum verkefnum. Og hvernig þau eru unnin, það svona ákveðin skref sem við notum og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þeim. En þetta svona helstu einkenni grænfána skóla. Þetta tengist eins og þið vitið, eins og þið sjáið, allt atriðunum í grunngildum menntunar til sjálfbærni, en það grænfánaverkefni svona innleiðingarverkefni til að innleiða menntun til sjálfbærni í skólan. Þannig að þetta eru svona helstu einkenni okkar grænfánaskóla. Það að nemendur eru að fást við raunverulegar áskoranir og álitamál. Það eins og ég sagði verkefni heimabyggð, áhrif út fyrir skólann og svo verið að vinna að sjálfbærni í þeim skilningi. Fyrirgefðu, Margrét, Rósa Þuríður, getur þú slökkt á mækinu hjá þér? Þú truflar rosalega. Ég var að leita að hver það væri, ég get mjútað hann. Nei, ég get ekki. Hún bara í kennslustundu eða eitthvað. Já. Og ég get ekki stoppað. Men. Þú átt að geta lokað fyrir alla. Já, ég nefnilega ekki hóst sko, þegar við erum svo mörg að stýra. Þetta truflar nefnilega svo svakalega það sem þú ætti að segja. Ég komst ekki neitt þegar ég Herðu, já, ég ætla að athuga Rósa Þuríður. Ég ætla að setja tæknimanninn í þetta. Þetta bara að chatta okkar eða. Herðu, ég ætla að biðja hann að fara í þetta. Herðu, ég bið hann bara taka hann út, reyni það. Herðu, þetta bara grænfáninn, við erum hér. Þetta einmitt það sem við erum að ræða, að taka þátt í grænfánaverkefninu sjálfu, skólar á grænni grein. Það 200 skólar á Íslandi í þessu verkefni á öllum skólastigum, grunnskólar, framhaldsskólar, háskólar og leikskólar. Og skólar hafa, sko eins og hún sagði, grænfáninn 20 ára á næsta ári á Íslandi og það hafa orðið mjög mikla breytingar á verkefninu gegnum tíðina og nú erum við að leggja mjög mikla áherslu á nemendastýringu verkefnisins, en þetta það sem áhrifin á skólaþróunina og skólamótunina í raun og veru. Og þetta það sem gerist í kjölfar þess að vera í skólum á grænni grein. Þemu verkefnisins eru hér. Þetta svona vinnuþemu sem hægt að velja og hver skóli vinnur með 1 til 2 þemu í einu. Og þá það svona yfir 2 ára tímabil að skólinn skoðar stöðu mála hjá sér og velur hvað þau vilja leggja áherslu á næstu 2 árin.
Og svo eftir það tímabil þá eru tekin ný þemu, þannig að það verið að vinna ofan á þemu. Svo má líka samtengja þemu, þannig að maður getur verið að vinna að einhverju þessu. Það hefur verið þannig að fólk hefur oft byrjað að taka neyslu og úrgang sem það hét, nú erum við búin að breyta í neyslu og hringrásarhagkerfi, við ætlum að þróa þetta þema aðeins betur. Það kom mér þess að ósk það þarna í áðan þegar við vorum að tala áætlunina að taka meir neyslu og við ætlum að gera það betur þarna. Nútíma væða þetta þema, þannig að við séum ekki bara með hausinn í flokkunartunnunum. Þannig að þetta eru þemun sem hægt að velja og hvert þema útskýrt á vefnum okkar og í handbókinni. Það stuttlýsing og lengri lýsing og það eru tillögur á verkefnum á öllum skólastigum og svo eru líka gátlistar sem að skólarnir geta notað sér til þess að skoða stöðu mála út frá hverju þema. Þannig að það gerist ekkert allt á einum degi. Ef maður hefur þáttöku í verkefninu, þá byrja maður, skoðar eitthvað eitt þema, setur sér markmið, 5 til 6 markmið og vinnur að þeim í 2 ár. Þannig að þetta svona hægt og rólega verið að vinna sig upp í átt að sjálfbærni. Því að sjálfbær þróun þróun, hún ekki lokatakmark. Sjálfbærni náttúrulega lokatakmark, en sjálfbær þróun eitthvað sem að gerast yfir lengri tíma og það verkefnið okkar líka. Þannig að þegar skóli hefur ákveðið hvað þema hann tekur, þá stígur skólinn skrefin 7. Fyrsta skrefið að það mynduð umhverfisnefnd í skólanum og hún skal samanstanda af nemendum í meirihluta og svo líka fjölbreyttum hópi starfsfólks. Þá erum við að tala fólk sem skólaliðar, fólk sem stjórnendur, kennarar, þannig að sé svona breiður hópur sem stendur af hópnum, vinnunni. Það stundum sérstök umhverfisnefnd nemenda og stundum sérstök nefnd starfsfólks. Það stundum þannig í byrjun þegar það þarf að koma á miklum breytingum. En þarf ekkert endilega að vera. Svo bara mjög hollt að hafa einmitt samstarf nemenda og fullorðinna því að það líka svona lýðræðisleg vinnubrögð í skólanum. Svo tekur umhverfisnefndin eða jafnvel allur skólinn að sér að gera mat á stöðu umhverfismála. Og þá þetta mat á stöðu sjálfbærnimála og þá tekið eitthvað af þessum gátlistum sem eru á vefnum okkar og skólinn skoðaður og krakkarnir bara gera þetta. Það til gátlisti fyrir leikskóla sem eru svona broskallar og broskettlingar og svo til fyrir eldri líka. Þetta allt efni sem við gefum frá okkur þarna, það eru vördskjöl, þannig að þið getið bara tekið út og bætt við eftir því sem ykkur hentar. Einnig ef þið eru að fara af stað og eru eitthvað óörugg, þá getið þið alltaf haft samband við okkur og við getum leitt svona vinnufund með skólanum. Þegar það búið að sjá hver staðan á málunum í skólanum, þá komið að því að gera markmið. Bara við vorum ekki nógu góð í þessu eða þessu, við vorum rosa góð í þessu. Setjum okkur markmið að bæta þetta og svo mjög gott ef krakkarnir koma að þessari markmiðasetningu og að þau komi með tillögur að aðgerðum. Leið og krakkarnir eitthvað hlutdeild, þá líklegra að þau vinni meira að verkefni. Svo eftirlit og endurmat sem skref 4 og þá eru krakkarnir og bara starfsfólk að fylgja því við að gera það sem við ætluðum að gera. Og endurskoða, kannski settum við allt of víðtækt markmið í upphafi, breytum því bara. Þannig að það ekkert meitlað í stein, þetta alltaf svona framþróun. Skref 5, það hafa allir krakkar og allir nemendur í skólanum tekið þátt í einhvers konar vinnu við þemað og þarna kemur þverfagleikinn inn. Þannig að það að helst ætti eiginlega vera unnið einhvers konar verkefni í gegnum allar námsgreinar. Skref 6 að upplýsa og fá aðra með og það getur verið gert bara með því að upplýsa foreldra, nærsamfélag, jafnvel bara bæjarblaðið, segja frá þeim góðu verkefni sem þið að gera. Og svo skref 7, það umhverfissáttmálinn. Og þá eru krakkarnir að koma sér saman hvað þau eru sammála og það getur verið svona ljóð eða slagorð eða eitthvað svoleiðis.
Þetta eru skrifin 7. Þetta búið eftir 44 sekundur. Þannig að þá verðið kalluð yfir. Þannig að ef þið hafið spurningar, sendið endilega bara á mig. Ég greinlega næði ekki að fá spurningar frá ykkur. En þegar skólinn hefur náð markmiðum sínum, sækir hann fána og þá er afhent ef að skólinn hefur náð að uppfylla markmið sín. Þetta tekur að meðaltali svona 2 ár, þetta ferli. Þannig að þetta er raunverulega stuðningurinn sem við bjóðum upp á. Við veitum leiðsögn og ráðgjöf, kynningar og erum með svona fundi eins og eru hér. Þannig að þið sem eru alveg ný, endilega hafið samband við mig, Margrét hjá Landvernd, svo sjáumst við hinum megin.